Enn ein viðburðaríka fréttavikan liðin og til að ræða meðal annars skilanefndir, bankarannsóknir, hagsmunatengsl og fleira eru komnir hingað þeir Óli Björn Kárason, ritstjóri og Finnur Beck, laganemi. En við byrjum á fréttunum. Óli Björn og Finnur eru sestir hjá Helga. Velkomnir, báðir. Við skulum aðeins byrja á þessu KPMG-máli sem var talsvert mikið í fréttum í vikunni og var til þess að þetta endurskoðunarfyrirtæki dró sig út úr þessari rannsóknarglitni og þar með tafðist hún eitthvað. Finnur, þú fylgst með þessu, hvernig horfði þetta við þér allt saman? Þetta er svolítið einkennilegt að þetta skuli fyrst einhvern veginn detta inn í umræðuna núna 2 mánuðum eftir þetta bankahruna, því að það er nú ekki eins og þetta hefur nú ekki verið undir smásjá allan tíma. Nei, þetta kannski endurspeglar líka bara vel hversu mikill hraði er á öllu að menn ná ekki að fylgjast nákvæmlega með öllu því sem er að gerast. Mér finnst að tvennt í þessu, það er annars vegar það að þetta sýnir vel að það er svo mikið vantraust í gangi og það er svo mikil þörf á því að þetta verði gert almennilega upp. Þessi bylur sem að gekk hérna yfir, menn eru svo mikið að keppi því að vera með myndlíkingar, ég ætla að forðast það í lengstu lög. En þetta sýnir bara vel að það var full þörf á að skoða þetta og það er ekki verið að áfellast KPMG sérstaklega fyrir það að þeir séu eitthvað vondir endurskoðendur. Þetta er bara til þess að ríki fullkomin traust á því að þetta sé skoðað vandlega. Óli, hvernig fannst þér þessi umræðu? Var ekki eðlilegt að þeir bökkuð út úr þessu fyrir resti? Það eru þeir sem bakka út, það er ekki einhvern veginn... Ég hefði ráðlegt þeim að bakka út og þetta í þessu eins og svo mörgu öðru er auðvelt að vera vitur eftir og auðvitað áttuður ekki heldur að taka að sér þetta verkefni í upphafi. Bara vegna þess að það lá einhvern veginn í loftinu að það yrði bent á ákveðin hagsmuna árekstra hugsanlega, þó ég sé líka sannfærður það að ég þekki aðeins til hjá KPMG að það hefði ekki haft áhrif á niðurstöðuna, að þá er það hins vegar ásýndin sem skiptir máli og mér finnst líka klaufalegt, alveg einstaklega klaufalegt hvernig viðskiptaráðherra hefur höndlað málið og mér finnst það svona einhvern veginn sýna að annarkvort það að hann dómgreinda brest af hans hálfu eða þá sem ég veit ekki hvort er verra að hann sem yfirmaður eða ráðherra viðskipta og bankamála þekkir bara ekki íslenskt viðskiptalíf. Það er alveg ljóst í mínum huga að annarkvort er það þannig að viðskiptaráðherra mátti eða átti að vita þau hagsmunatengsl sem að kynnu að gera rannsókn KPMG ótrúverðuga eða menn færa tortryggina. Það er mjög sérkennilegt að ráðherra viðskiptamála átti sig ekki á því að KPMG hafi verið endurskoðunarfyrirtæki helsta hluthafa Glittis. En að fjármálaeftirlitið, láta það vera ef hann hafi ekki vitað þetta, eins og hann segir, það er út af fyrir sig einkennilegt, en hvað finnst þér um það, Finnur, til dæmis að fjármálaeftirlitið og forstjóri fjármálaeftirlitsins hafi í raun og veru alveg vitað af þessum tengslum, að þeir hafi verið endurskoðendur Stoða og stofnað Steam og allt þetta, að þeir hafi samt ákveðið að fá þá til verksins? Já, ég held að menn ætti ekki að gera of mikið úr því hvort að félög eru beint stofnuð hjá endurskoðunarfyrirtækjum, því það er mjög algengt og þau eru keypt bara þegar það þarf að kaupa þessu hverja aðra vöru, En ég held samt að, það sé bara óheppilegt ef menn þeir eru hálfpartinn að endurskoða sjálfa sig, þegar það verður að skoða hvernig var endurskoðun í lagi hjá þessum bönkum sem að fóru yfir. Það er eitt af því sem að menn hljóta að spyrja sig, þannig að ég held að ég er alveg saman Ólabirni að þeir eru kannski bara að sleppa þessu. Ég veist ekki að það er mjög gott fyrirtæki og mjög heft fólk hérna á ferð, Varðandi ráðherra þá held ég að þetta er kannski ekki beint ákvörðun ráðherrans og ég held að í öllum þessum hraða þá hafa hann ekki endilega þurft að geta vita þetta. Mér finnst aðalatriði að menn hafi þá brugðist við og hlusta, því það er allt of mikið það að stjórnvöld er ekki að hlusta á gagnrýnisraddirnar á allt það sem er verið að gera. En hvað finnst þér þá það, Óli Björn, til dæmis að einn af þeim sem að endurskoðaði ársreikninga Exista síðustu árin, að hann skuli sitja í skilanefnd Kaupþings? Exista var stærsti eigandi þar. Mér finnst það jafn óheppilegt, alveg eins og mér finnst það óheppilegt að fyrrum starfsmenn bankana sitji í einhverjum tilfellum í skilanefndum bankana. Vegna þess að þá er það ekki gagnrýni á viðkomandi einstaklinga, eða ég er ekki að draga trúverðugleika og hæfileika
eru á heiðarleika í efa, nema síður sé vegna þess að ég held að upp til hópa sé þetta hið mætasta fólk. Þetta snýst allt ásýnd og trúverðuleika. Og þess vegna svo mikilvægt að stjórnvöld í þessu tilfelli fjármálaeftirliti og sá sem ber hina pólitísku ábyrgð, sem viðskiptaráðherra, spyrja alltaf hina krítísku spurninga. Eitthvað í þeim ákvörðunum sem við erum að taka sem getur valdið því að trúverðuleiki verði dregin í efa, að tortryggni ríki í því sem við erum að gera. Og ef að menn spyrja ekki þessara spurninga frá upphafi, þá eru menn ekki að vinna vinnuna sína, þá kunna menn ekki til verka og það það sem ég óttast að sé að gerast. Finnur varðandi þetta, því að nú þetta KPMG ekkert samansafn af 2-3 endurskoðendum, þannig að það ekki settir sömu menn í að fara í þessa rannsókn, sjálfsagt eins og voru að endurskoða FL Group eða Stoðir eða hvað það heitir og en í þessu tilfelli erum að ræða bara mann sem að skrifaði undir reikninga Exista og var með þá í höndunum og hann sess svo inn í þessa skilanefnd. Það ekki, má ekki gagnrýna það? Jú, mér finnst alveg hægilega hægt að gagnrýna á þessi forsendum sem Óli Björn var að nefna og ég veit ekki alveg hvort það þurfti endilega að fá fyrrverandi starfsfólk eða starfsfólk gömlu bankana inn í skilanefndirnar. Ég held að menn hefði örugglega geta fengið þessa þekkingu bara með fundum eða viðtölum eða jafnvel vinnu fyrir skilanefndirnar en að menn gegni beint svona þessari stöðu. Mér finnst svolítið stigsmunur á því, sko. Aðeins svona að öðru, það þessi málaferlin við Bretana út af þessum fellibil eða þessum hvirfilbil eða hvað mjögulega kalla þetta. En það þetta dótturfyrirtæki Kaupþings, þetta Singer og Friedlander og þessi málsókn sem að menn voru fengnir til að kanna hvort að það væri möguleiki á málsókn af skilanefnd Kaupþings. Svo kvartar lögmaðurinn yfir því að fá ekki gögn eins og við sögðum frá hérna í gær. Sem auðvitað alveg skelfilegt. Ég haldi fram að þetta hafi verið efnahagsleg hryðjuverk sem að bresk stjórnvöld unnu, sérstaklega þegar að kemur að Kaupþingi, Singer Friedland. Við getum hins vegar velt fyrir okkur varðandi Landsbankann. Mér finnst að það kannski einhver stigsmunur þar á, en það alveg örugglega hvað varðar Kaupþing. Vegna þess að það voru engar efnislega forsendur til þess að grípa til þeirra aðgerða miðað við þær upplýsingar sem við höfum. Og í rauninni snýr þetta ekki bara Kaupþingi og kröfuhöfum Kaupþings og hluthöfum fyrrverandi Kaupþing sem að tapa verulegu fjármunum. Þetta líka snýst okkur skattgreiðendur og okkur sem þjóð vegna þess að það eru verulegu fjárhagslegar hagsmunir vegna þess að ég sannfærður það að þessi aðgerð bresku ríkisstjórnarinnar varð til þess að við horfum fram á miklu meiri efnahagslega þrengingar heldur en annars og þess vegna það frumskylda ríkisstjórnarinnar. Það frumskylda að tryggja það að þessi málaferli nái fram að ganga, að breskum stjórnvöldum verði stefnt. Og það verður að gera það og hvort að það kostar 10 milljónir eða 100 milljónir eða 200 milljónir skiptir engu máli. Það eru svo miklir hagsmunir í húfi. Ég held að sé mikilvægt að gera greinarmun á því eins og ég hef skilið þetta er svolítið vandasamt að því að þessar skilanefndir og þessi gömlu bankar ekki svona hefðbundin þrotabú svona eins og við þekkjum þau og þá væri þetta vanlega þannig að málshöfðinu væru bara forræði þeirra sem eiga kröfur í búi og þeir meta það hvort þeir treysta peningunum sínum í það að reyna að sækja einhverja kröfur, sko. En síðan held ég að ríkið sé að kanna sérstaklega málshöfðinu á hendur breska ríkinu. Þannig að hún í fullum gangi og svo þessi þurfa þá væntanlega kröfuhafarnir í Kaupþingi ákveð fyrir sig hvort að þeir vilja fara í mál. Mér finnst það eiginlega nærtækast auðvitað því ég ekki sérfræðingur í bresku lögum og þekki þau bara eiginlega alls ekki, sko, en maður myndi ætla að það væri nærtækast fyrir það félag þarna úti sem að varð fyrir einhverju tjóni af völdum einhverjar aðgerða stjórnvalda þar að reyna að sína fram á ólögmæti þess og tjóni. Það miklu langsóttara fyrir íslenska ríkið að reyna að höfða eitthvað skaðabótamál og erfiðara myndi ég ætla. En maður velti fyrir sér, það var í upphafi talað þessi efnahagslegu hryðjuverk sem þú talar gagnvart Icesave og gagnvart Singer og Friedlander og menn höfðu uppi þessi stór orðum það hvernig Bretarnir höfðu komið fram og auðvitað voru þetta drastískar aðgerðir sem þeir fóru út í. En það ekki svolítið einkennilegt að svo 2 mánuðum seinna staðan orðið sú að menn einhvern veginn ekki eru bara að draga lappirnar varðandi Singer og Friedlander og það einhvern veginn búið að semja Icesave og við vitum ekki betur en þessi búið að semja nákvæmlega þeim forsendum sem að Bretarnir kröfðu okkur
Já, það bendir ýmislegt til þess. Forsætisráðherra, ef ég skila rétt, hins vegar fullyrðir að Íslendingar hafi ekki með neinum hætti afsalað sér þeim rétti að leita réttarsins fyrir breskum dómstólum eða jafnvel alþjóðlegum dómstólum. Þannig að og ég held þetta snúist okkur sjálf sem þjóð. Þetta ekki líka svolítið spurning við látum ekki. Já, þetta ekki bara ég vil hafa þetta. En viti hér hvað í gangi? Jú, ég vil bara hafa þetta miklu einfaldara. Ég lít bara þannig á að þetta spurning það hvernig við komum fram sem þjóð, gagnvart öðrum þjóðum. Og það þannig að sumt látum við ekki yfir okkur ganga. Og þetta eitt af því. Og við eigum að beita öllum lagalegum úrræðum sem við höfum og það á ekki að líðast að stjórnvöld dragi lappirnar í því. Já, við sagðum bara því að þetta hafði allt svona einhvern hryðjuverka blæ, en auðvitað hafa bresk stjórnvöld bent á það að þessar löggjöf sem var beitt að hún nái við fleiri þætti og varði öryggi á fjármálamarkaði. Þannig að ég segi fyrir mig það væri mjög gott að fá úr þessu skorið á öllu leyti, en það sem að gerist líka með því að fara dómstólaleiðina með bæði þessi mál að þá fáum við líka væntanlega úr því skorið hvort að áform íslenskra stjórnvalda stóðust EES-samninginu, hvort það var að vera mismuna á ólögmætan hátt með þeim áformum sem menn höfðu. Þannig að þetta er bara gott að fá líka ég held líka að það sem að bresk stjórnvöld óttast slíka málsókn. Ef að hins vegar bresk stjórnvöld vinna svona mál, þá hef ég þá trú að það muni hafa gríðarleg neikvæð áhrif á erlendar fjárfestingar í Bretlandi vegna þess að erlendir og það skiptir nú bresk þjóðfélag heldur betur máli. Bresk erlendir fjárfestar í Bretlandi munu sjá, ef að Bretar ná þessu fram í krafti þessara laga, þá nú eins gott að fara varlega. Það verður sérstakt áhættu álag á okkar fjárfestingar. Ég ætla aðeins að fá að ræða svo í lokin hjá okkur aðeins varandi fjölmiðla, því að þú hefur svolítið fjallað fjölmiðla, Óli Björn, á vefsíðunni. Já, við erum það náttúrulega sjálfhverfis, fyrst og fremst. En það einhvern veginn furðulegt að það einhvern veginn komin einhver kreppa á Íslandi samt virðist fjölmiðlaflóran einhvern veginn blómstrað og auðvitað sé reksturinn á þeim kannski ekki til að hrópa húrra fyrir og starfsaðstaða blaðamanna hefur nú kannski ekki batnað, en það eru allavega, það fjölbreytni í fjölmiðlunum, meiri heldur en oft áður. Já, kannski, og það kannski fyrst og fremst á netinu sem að svo fjölbreytni hefur svona verið að sýna sig. Það nokkrir netmiðlar sem að hafa komið fram núna á síðustu vikum eða mánuðum sem að vilja kalla sig fréttamiðla og láta taka sig alvarlega sem fréttamiðla og ég með eitt slíkan. En það hins vegar alveg skelfilegt ástand og við vitum ekki alveg hvernig þróunin verður á næstunni. Það berjast, í rauninni prentmiðla berjast fyrir lífi sínu, líkt og í Bandaríkjunum og í rauninni víðar, þannig að þetta verður svona... Finnst þú varst fréttamaður í gamla daga, hvernig þetta horft við þér í bæði í gamla daga? Hvernig fjölmiðlar hafa fjallað málið, hvernig fjölmiðlar fjölluðu það í raun og veru, því haldið fram og það sagt með ágætis rökum að fjölmiðlar hafi verið einir af þeim stóðum sem hafi brugðist, svo við vitnum við í stóðir. Já, ég reyndar alveg á því, ég held að bara almennt séð hafi svolítið, samhliða því að bankarnir hrundu, var það svona ákveði hrun í valdakerfinu í samfélaginu. Og það gildir stjórnmálaflokka, það gildir lífeyrissjóði, verkalýðsfélög og fjölmiðla. Þeir hafa mistað trúna fólksins og það ekki skrítið og það sjáum við svona blómlega umræðu, sérstaklega á netinu, þar sem að fólk kemur fram og segir ég nenni ekki að tala lengur á forsendum stjórnmálamannanna, ég vil ekki lengur meta allt út frá því sem að fjölmiðlarnir bjóða mér upp á. Og ég held að allir fjölmiðlar verði svolítið að endurskoða bæði vinnubröð sín, því þeir hefðu faglega sterkari geta haft uppi meiri gagnrýni og eins held ég að þeir mættu vera ennþá gagnrýni gagnvart stjórnmálamannanna líka. En talandi um gagnrýni, þessi bók kemur út núna, Óli Björn, Stoðir, þetta FL Group ævintýrið, þar sem að menn, þú segir að þeir hafi látið eins og töframenn sem kunnu óþekkta galdra en að galdurinn hafi svo reynst spilaborg. Þessi bók kemur svolítið á seint, ekki? Já, ég hefði getað séð þetta allt saman fyrir og þá hefði ég kannski þetta að vísu hluti af aðeins stærra verki. En þú ert að fara að skrifa núna, svo að því það stuttur tíma eftir, þú ert núna að vinna bók sem að fjallar til dæmis samskipti stjórnmálamanna og viðskiptalífs. Já, ég hef vinnutitillinn Drengirnir okkar, ástarsamband íslenskra stjórnmálamanna og útrásarvíkinga.
Svona áfram bóka árin í kvöld. Góða helgi, takk fyrir þetta.